Nú ætlum við að renna okkur í fyrsta hlutan af 4. kaflanum úr bókinni Mannslíkaminn, en þessi kafli fjallar húðina og stoð og hreyfikerfið. Húðin stærsta líffæri líkamans hjá meðal fullorðnum manni, fullorðnum karlmanni getur við sagt, getur hún verið allt frá 1,5 fermetra upp í 2 fermetra. En hvað eru 2 fermetrar mikið? Það jafn mikið og rúm, eða rúmdýna, sem 1 metra á breidd og 2 metrar á lengd, sem svona venjuleg fullorðins stærð á einstaklingsrúmi. Það nú bara slatti. Ef við tækjum húðin af heilu manni þá myndi hún þekja alla dýnuna. Hún ver líkamann fyrir hnjaski og alls konar árásum, til dæmis árásum baktería og annara óværa. Hún hjálpar til við að stjórna líkamshitanum og halda vökvajafnvægi í líkamanum. Þetta gerur hún á margs konar hátt. Húðþekjan sem ysta lagið eingöngu 0,1 mm á þykkt og yst af því hornlagið sem eru dauðar húðfrumur, sem úr efni sem við köllum hyrni, sem efni sem myndar hárið og neglurnar hjá okkur. Undir að verða til nýjar húðfrumur, þannig að það koma alltaf nýjar undir, þannig að þær sem eru efst deyja og mynda þetta dauða lag utan á, og svo detta þær af. Þetta gerist á hverjum einasta degi, þannig í hvert skipti sem þið farið í sturtu, þá detta húðfrumur af. Dýpra í húðinni eru svo aðrar frumur sem búa til litarefni, sem heitir melanín, og þegar sólin skín á húðina þá framleitt meira melanín. Það til þess að verja húðina fyrir sólargeislunum. Þannig að þetta varnar viðbragð hjá líkamannum að gera okkur brún þegar við erum ekki í sól. Síðan kemur leðurhúðin undir húðþekjunni. Hún misþykk, en hún mjög teygjanleg, sem reyndar minnkar með aldrinum og það veldur hrukkum þegar við verðum gömul. En leðurföt eða leðurhúsgögn, eins og við sjáum hérna svona leðursófi, þetta unnið úr leðri dýra. En þarna eru æðarnar og taugarnar og annað í húðinni sem að skiptir máli. Í húðinni eru fitukirtlar sem gefa frá sér fitu. Það gerir húðina mjúka, kemur í veg fyrir að hún springi eða komi sprungur í hana. Síðan í húðinni svitakirtlar sem gefa frá sér vatn. Það eru líka ýmis sölt og önnur efni í svitanum. Svo þegar bakteríur fara að éta svitan þá kemur svitalykt. Af ferskum svita yfirleitt ekki mikil svitalykt. En svitin leið líkamanns til þess að kæla sig. Með því að bleita húðina að þá hleypir húðin auðveldar frá sér hita og þannig kælu við líkamann. Það sem gerist líka þegar líkaminn þarf að kæla sig að hann eykur blóðflæðið í húðinni til þess að bera hitan nær yfirborðinu, því að hitin berst svolítið með blóðinu. Undirhúðin, sem svo undir í leðrinu, hún geymir fitu og fitan virkar sem einangurinn og höggvörn. Neglurnar og hárið eru efni sem kallast hyrni og það í raun þannig að það eru frumur sem að framleiða þetta efni, svo deyja þær og verða að hárum og neglum. Þannig að hárið og neglurnar í raun ekki lifandi, en það finnum við ekki þegar við klippum á okkur hárið eða neglurnar. En frumurnar sem myndu þetta voru einu sinni lifandi. Síðan það mismunandi hvernig hárið okkar í laginu. Hjá sumum það alveg slétt, á meðan það krullótt og jafnvel eða liðað og jafnvel bara með svona litlar lambakrullur. Þessi unga stúlka hérna til dæmis með freka krullað hár. Það vegna þess að hársekkirnir eru flatir. Þá verður hárið svona. Það að segja að hársekkurinn einhvern veginn svona. En ef hann alveg kringlóttur, þá verður hárið slétt. Og það mismunandi, það geta meira að segja verið bara eiginlega svona. Svona hár verður mjög krullað. En hárin eru svo grönn, við sjáum þetta illa. Húðin hjálpar til við að halda líkamshitanum jöfnum í eins nála 37 gráðum og hægt er. Það að vísu pínu breytilegt hver eðlilegu líkamshiti okkar hann getur verið alveg niður í 36,5. En blóðflæðið eykst húðina og við svitnum eins og ég talaði áðan. En
það gerist öfugt á okkur verið kalt. Þá tekur húðin blóðið frá húðinni til þess að tapa ekki út hita. Og eins ef okkur verður kalt, þá lyftast upp hárin sem eru til dæmis á höndunum á okkur eða fótunum. Og það er vegna þess að þá búa hárin til meira loftlag í kringum húðina til þess að halda hitanum betur að húðinni. Þess vegna fáum við gæsahúð. Það er til þess að halda meira lofti nær húðinni og við erum ekki alltaf að skipta loft. Þá verður okkur kalt. Við getum fengið bólur vegna þess að það eru fitukirtlar í húðinni sem að stíflast. Það er ekkert hættulegt og best að láta þetta alveg eiga sig. Við erum ekki að kroppa þetta mikið, þá fær maður frekar ör. Eksem er ofnæmisviðbragð húðarinnar gegn einhverju. Getur verið efni eða bara allt mögulegt. Og ef að það myndast of mikið litarefni, þá getur það myndað fæðingabletti. Fæðingablettir er ekkert endilega hættulegir, en ef að þeir myndast vegna þess að það eru stjórnlausar frumur í húðina skipta sér og framleiða of mikið litarefni, að þá getur við verið komið það sem við köllum húðkrabbamein. Og sortuæxli er versta gerðin af því og það myndast í fæðingablettum. Við þurfum að fylgjast mjög vel með fæðingablettum. Ef að þeir breytast eða að það myndast nýjir, þá er full ástæða til þess að láta skoða það, að láta húðsjúkdómalækni skoða fæðingablettina og stundum þarf hreinlega að fjarlægja fæðingabletti. Þannig stundum gert bara til öryggis. Brunasár geta verið þrenns konar. Það er að segja að þeir geta verið fyrsta stigs brunasár, annars stigs og svo þriðja stigs. Fyrsta stigs er bara svona þegar við brennum okkur smá og þá skemmist í raun bara ystalag húðarinnar. Ef þetta er annars stigs bruni, þá nær þetta niður í húðþekjuna og leðurhúðina og það er svolítið alvarlegt. En þriðja stigs bruni, þegar það nær alveg niður í undirhúðina, þá erum við að tala um mjög miklar skemmdir og það tekur mjög langan tíma að laga það. Og ef að ákveðin hluti húðarinnar verður fyrir þriðja stigs bruna, þá erum við hreinlega í lífshættu. Því þá er líkaminn mjög erfitt með að halda vökvajafnvægi og halda hitanum réttum, því að húðin er í raun mestu ónýtt. En þá er þessu lokið.